Ég ætla að kenna ykkur á nýja heimasíðu Dalvíkur Sport, sem sagt, ný heimasíða fyrir íþróttalið á Dalvík. Hérna er ég með heimasíðun opnað fyrir frá mig og eins og sjáið þá er uppi þá er hver og einn deild með sinn flipaða undirsíðu. Dalvíkur einir, yngri flokkar, körfubolti, filmleikar og frjálsar. Heimasíðan er byggð upp á mjög notendavænan hátt og mjög þægileg notkun. Eins og sjáum þá er undirsíður, vinstra megin, þá er hver og einn deild getur sett inn bara þá linka sem þið viljið, upplýsingar um þjálfara, stjórn, þess háttar og fyrir neðan eru tenglar. Hægra megin eru styrktaraðilar og ef ég ýti á einhvern styrktaraðila þá opnast heimasíða þeirra sem sagt. Eins og sjáum er inn á fótboltasíðunni og ég er búinn að setja inn nokkra fréttir. Það sem við verðum að hafa í huga er að allar skrifa fréttir birtast á forsíðuna, sem sagt dalviksport.is. Ég er ekki búinn að opna hana en það birtast allar fréttir þarna inn, þannig að við verðum aðeins að vanda okkur við að skrifa fréttir. Þegar við setjum í fréttir þá er tvennt sem við verðum að hafa í huga. Við verðum að setja helst inn mynd, setja inn mynd með öllum fréttum og svo lesa meira takkin. Þegar við setjum inn fréttir þá viljum við byggja hann upp þannig að það komi léttur inngangur og svo komi lesa meira takkin. Skoðum þetta betur eftir. Ef ég ætla að skrifa fótboltafrétt þá verði þess að vera inn á þeirra síðu. Ef ég ætla að skrifa körfuboltafrétt þá verði ég að vera inn á þeirri síðu. En ég ætla að skrifa fótboltafrétt og er á þeirra síðu og fer neðst í vefstjóran, neðst hægra megin. Íti á innskráning. Þar skráið ykkur með lykilorðinu og username og passwordinu sem þið eigi að vera búin að fá. Þá opnast innra kerfið og skjáborðið ef það komi upp einhverju flipar eða einhverju meldingar þá bara lokið þeim. Það á ekki að koma en það gæti gerst. Þurfi ekki að hafa neina áhyggjur af því. Færslur, það er búið að setja inn 6 færslur eða fréttir, 8 síður undirsíðurnar, flokkur og efnisorð eitthvað sem þurfi ekki að hafa áhyggjur á. Athugasemdir er kommentakerfið. Það er kommentakerfið við hverja eina frétt og allir geta sett inn sitt komment og þess að það sé eitthvað vesen. En það sem ég ætla að biðja ykkur að hafa í huga er að ef það kemur eitthvað inn sem þið viljið ekki að sé inni eitthvað astanlegt að ljótt eins og ég er búinn að setja inn eitthvað komment þá getið bara farið þarna inn og setja þetta í trash í ruslið. Það sem ég ætla að biðja ykkur að gera strax og þið opnið í fyrsta sinn er að fara í notendur og í þitt yfirlit. Setjið inn, ég er búinn að setja inn einhverjar smávægilegar upplýsingar um ykkur en ég vil að þið klárið þetta. Setjið inn allar réttar upplýsingar, setjið inn e-mail-leikar og þetta kannski skiptir ekkert öllu máli en svo getið þið breytt passwordinu ykkar. Muna svo bara að gera upp í yfirlit. Er færslunar. Ef þið farið í all post þá getið þið skoða alla fréttir sem búið að skrifa inn á ykkar síðu Þið getið farið í að breyta þeim eða hreinlega hent þeim út eins og þið viljið. Farið í ný færsla til að skrifa nýja grein, gagnamiðlun til að setja inn myndir, tenglar, setja inn síður og athugasemdir. Þetta er bara eitthvað sem þið getið fiktað í eins og þið viljið. En ég ætla að kenna ykkur að skrifa inn frétt, þá farið í ný færsla. Þá opnast bloggkerfið sem er mjög einfalt. Það byrjaði að setja inn titilinn á eitthvað færslu og farið svo niður í bloggkerfið sjálft. Setja ég einn frétt sem ég stal á netinu, einhverja handboltafrétt og eins og sjáu þá er hún svolítið löng. Þetta viljum við ekki að sé að birtast á forsíðunni, við viljum alltaf að það sé ekki svona langar fréttir að birtast. Það sem við þurfum að gera er það að fara fyrir aftan, lítum bara á þetta sem okkar inngang. Þið bara skrifið ykkar inngang og klárið svo að skrifa fréttina. En lítum á þetta sem okkar inngang. Það sem við þurfum að gera er að fara aftast, eða með músabendurinn aftast í fréttina. Förum í þennan valmöguleika sem heitir Insert More Tag. Þegar klikkum það, þá kemur þessi lína fyrir neðan. Það er sem sagt lesa meira tagginn sem við viljum. Þá er það komið inn. Það sem við þurfum að gera eins og núna er að við ætlum að setja inn mynd. Þá förum við músabendurinn fremst alveg fyrir fram að fyrsta orðið. Förum músabendurinn og hlaða upp eða færa inn. Klikkum á það.
opnast gluggi og það er 3 valmöguleikar til þess að setja inn mynd. Það er úr tölvunni, úr tölvunni ykkar, þá bara farið hérna að velja skrá og þá getið hlaðið inn mynd sem er úr tölvunni ykkar. Af slóðinni, það er ef þið viljið taka einhverju mynd sem er á netinu, þá bara takið slóðina af einhverju mynd sem sagt, og gagnamiðlun. Eins og sýndi ykkur áðan, þá er hérna valmöguleiki hérna vinstra megin sem heitir gagnamiðlun og ég er búinn að setja inn svona nokkra myndir fyrir hverju eina íþróttagrein sem má nota bara við fréttir. En ég hvet ykkur endilega til að setja inn fleiri myndir. Ef þið ætla að nota einhverju mynd hérna, þá bara farið hérna í síma. Baksviðstexti, myndatexti og lýsing er eitthvað sem skiptir engu máli. Það má fylla það út en þarf ekkert endilega. Við viljum bara muna að hérna í hægri, smella hérna í hægri. Við viljum hafa allar myndir hægri sem það. Stærðin er eitthvað sem við skoðum betur á eftir. Svo bara hérna flytja inn í færslu. Ég ætla að kenna ykkur aðeins að setja inn mynd af slóð. Þá farið hérna og þá fáum við valmöguleika hérna í slóð. Við opnum bara Google og skrifum hérna sokkar og leitum í myndaflokknum sem sagt, þá fáum við hérna upp einhverju myndir og ég ætla bara að nota þessa hérna mynd. Við getum ekki nota þennan tengil hérna, heldur verðum við einangra myndina með því íta á full size image. Þá fáum við einangraðan link á myndina og við kopjum hann. Förum tilbaka og setjum hann hérna inn í slóð. Ef það kemur svona grænt hak þegar klikkið næsta gluggasöðut, þá koma grænt hak ef að myndin virkar. Ef það kemur ekkert, þá verður það að finna aðra mynd. Heiti, baksviðstexti og myndatext er eitthvað sem þið þurfið ekkert að fylla inn, en munið að gera þarna hægri og flytja inn í færslu. Eins og sjáum þá er myndin alltaf stór, þannig að við klikkum á myndina. Þá koma hérna 2 valmöguleikar, hérna er bara til að henda myndinu út, en hérna er til að breyta myndinni. Förum við það, þá getum við stillt stærðina. Förum við 60% og upp 9. Það er ekki nógu gott að þá klikkum við aftur, hérna 60%, hægri sinnuð, upp 9. Nú er það eitthvað nærri lagi og inngangurinn nokkur meginn klár eins og við viljum hafa hann. Það er eitt sem við þurfum að gera, það er það að fara með músabendil hérna aftast yfir fréttina og íta einu sinni á enter. Svona, þannig að komi eitt línubil hérna fyrir neðan. Þetta viljum við gera til þess að lesa meira takkinn. Hann birtist hérna fyrir neðan fréttina en ekki hérna fyrir aftan fréttina. Við viljum hann komi hérna. Eins og það er á að til að koma bil hérna fyrir neðan strikið, þá er bara hægt að taka það. Það er bara fréttin okkar klár. Við erum bara klárað að skrifa hana og þið getið sett inn feitletröð og skáletröð og sett inn einhverju liti og hlutið eins og þið viljið. Og til þess að þið getið ítt hérna á forskoða, þá skoðum við fréttin ykkar, en við viljum bara fara í hérna birta á vef. Gerum það, það verður að muna það, íta alltaf á það, birta á vef. Þá kemur hérna færsla vistu. Það er að gera að fara svo á síðuna, og opna nýjan glugga og fara á síðuna og gá hvort það sé ekki allt í lagi með hana. Hvort hún sé ekki birtast alveg eins og þið viljið. Þannig að sjáum við að fréttin er komin inn, það er fínt bil fyrir ofan lesa meira takkan eins og við viljum hafa. Myndin er fín og ef við klikkum á, þá er þetta allt eins og þetta á að vera. Þá er bara hægt að fara tilbaka og það sem þið þurfum að gera svo þegar þið erum sátt, þá farið hérna upp í hægra hornið. Það er ætla að skrá okkur út sem þetta farið upp í hægra hornið og skrá út. Ég vona að þetta svaraði einhverju, en ef það er eitthvað vandamál þá bara hafið þið samband. Takk.